Jæja, góða kvöldið, ágætu tilheyrendur. Þá erum við hér samankomin menningarmálanefnd Dalabyggðar ásamt við Sigursteini Sigurðssyni, menningarfulltrúa Vesturlands, sem ætlar að vera með okkur á fundinum í kvöld og markmið fundarins að fara aðeins yfir félagsheimilin, Dalabyggð, Dalabúð og Árblík, kynna þau aðeins fyrir ykkur og þessa vinnu sem við erum búin að vera að gera varðandi greiningu á starfseminni og rekstri félagsheimilina síðustu ár. Og markmiðið með þessu að finna framtíðar hlutverk eða lausnir fyrir þessi húsnæði okkar sem að verði okkur öllum til hagsbóta hér í samfélaginu. Hvað það verður, það kemur svo bara í ljós. Það eru fullt af hugmyndum sem í gangi út í samfélaginu og við köllum bara eftir þeim á þessum fundum að fá hugmyndir sem að geta virkað fyrir okkur til að tryggja notkun á þessu húsnæði til lengri tíma. Dagskráin verður þannig í kvöld að við munum byrja því að sýna myndbönd og greiningar félagsheimilin. Við byrjum á Árblíki. Við Sigursteinn fórum í síðustu viku og skoðum öll félagsheimilin og tókum upp svona lítið myndband til að sýna hvernig þau líta út og til að gefa ykkur svona gleggri mynd á kannski hvað væri hægt að gera í húsnæðinu. Síðan smá greining sem við höfum unnið með Jóhönnu, starfsmanni Dalabyggðar, á reksturinn síðastliðin 5 ár, þar sem við höfum tekið fram ýmiss konar statistík og sem kemur bara mjög óvart í rauninni hvernig hún lítur út. Svo fyrir við aftur í gegnum Dalabúð með sama fyrirkomulagi, myndband og greining og síðan mun Sigursteinn flytja okkur smá erindi, kynna fyrir okkur hvernig þetta hefur verið gert á minnsta kosti 2-3 stöðum á Vesturlandi, bæði fyrirkomulag og hvað varð þessi félagsheimili, hvaða starfsemi þau hafa fengið og hvernig þau hafa svo líka geta nýst áfram sem félagsheimili þrátt fyrir aukna starfsemi. Þeir sem eru að fylgja okkur á YouTube eða á Teams, þið getið haft samband við okkur á meðan á fundinu stendur í kommentum og í spjallinu á Teams. Síðan opið fyrir að senda inn hugmyndir eða fyrirspurnir og annað inn á netfangi johanna@dalir.is sem netfangi hjá Jóhannu, starfsmanni Dalabyggðar, og hún mun taka saman alla fyrirspurnir og ábendingar sem koma fram bæði í spjalli og kommentum auk þess sem kemur fram í tölvupóstum. Einnig náttúrulega hægt að hringja í Jóhönnu á skrifstofutíma hjá Dalabyggð og heyri henni og láta hana þá taka við ábendingum. Af hverju fórum við af stað í þetta verkefni? Það þannig að síðastliðið sumar eða haust þá stóð SSV fyrir ráðstefnu félagsheimili og framtíðar notkun möguleika á félagsheimilum á Vesturlandi. Það eru mjög mörg félagsheimili út allt Vesturland sem að standa lítið notuð megnið af árinu og hugmyndin var að reyna að koma líf í þessi félagsheimili og líf í þeirri merkingu að geta á sama tíma auðgað menningarlíf okkar íbúa sveitarfélagana. Núna í vor hefur einnig verið unnið að endurskoðun og endurnýjun á menningarstefnu Vesturlands og þar hafa komið fram margar skemmtilegar hugmyndir nýtingu á félagsheimilum. Og við viljum sjá meira líf í þessum húsum. Þetta náttúrulega heilmiklar fjárfestingar sem við eigum þessar byggingar og það þarf að halda við og þær þurfa að skapa tekjur. Og með því að nýta þau meira þá teljum við að við séum að auðga menningu í samfélaginu og við getum kannski skapað einhver störf eða tækifæri fyrir einhverja til þess að skapa sér störf í þessu húsnæði.
Og auk þess þá þurfum við náttúrulega að hugsa til framtíðar því að húsin þau standa ekki að eilífu ef þau eru ekki notuð og við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að þetta eru verðmæti sem við eigum og við eigum að nýta þau eins vel við getum fyrir okkar samfélag. Nú þessi vinna sem við erum að fara í, hún á að skila okkur þá einhverjum tillögum að aukinni nýtingu á félagsheimilunum sem að getur síðan valdið meira tekjuflæði í sveitarfélaginu og fjölgun vonandi fjölbreyttara atvinnutækifæra. Og hver nýtur svo góðs af þessu? Það samfélagið okkar. Því að allt sem við tökum okkur fyrir hendur sem kemur til að skapa störf og peninga, það getur undið upp á sig. Það eru svona afleidda stærðir sem að dragast inn í öll svona verkefni. Og það bara von okkar sem erum í menningarmálanefnd og erum að starfa af þessari vinnu að í haust þá verðum við komin með einhverja svona skemmtilega tillögur til þess að leggja fyrir sveitarstjórn svona í kringum upp á áramótum. Þessi vinna sem við erum að gera núna í vor svona bara forvinna í rauninni. Og okkur langaði til þess að hittast í félagsheimilunum með ykkur, þannig að við getum verið á staðnum, skoða þau með okkar eigin augum og farið í gegnum þau og rætt saman. En okkur fannst of langur tími að bíða fram á haust með það, þannig að við ákváðum að gera þetta svona núna. Kasta boltanum, hann þá í höndunum á okkur, núna í sumar. Við fáum viðbrögð frá ykkur og síðan í haust vonandi þegar að þessu sóttvörnum öllum verður aflétt og við getum farið að hittast aftur. Og þá getum við tekið upp þráðinn á nýjan leik og unnið í framhaldinu þessar tillögur sem að við munum svo skila af okkur. En ég ætla bara að byrja á því að gefa boltan til Sigursteins. Hann sá að klippa þessi myndbönd til og setja þau í þennan búning sem við sjáum núna eftir. Þannig að það hefði hann einan að sakast ef eitthvað ekki eins og við viljum hafa það. En eins og ég sagði ykkur á, þá Sigursteinn, hann menningarfulltrúi Vesturlands, búinn að starfa það núna í nokkuð misseri. Og í tengslu við þessa ráðstefnu síðastliðið haust, þá höfum við rætt þetta svolítið í vetur og hann var meira en viljugur að koma og taka þátt í þessu verkefni með okkur. Þannig að Sigursteinn, gjörðu svo vel, ég gef þér orðið. Já, komið sæl og blessuð og takk fyrir að leyfa mér að vera með í þessari vinnu sem framöndan. En jú, það alveg rétt hjá Þorgrími. Ég var settur í það að vera kvikmyndatökumaður og setti saman svona örlítil kynningarmyndbönd félagsheimilin sem við ætlum svo að setja á vefinn þannig að þau verða aðgengileg eftir að þessu fundi lýkur í kvöld. En þau eru stutt, þannig að þetta rauninni bara svona fá svona smá upplýsingar. En ég ætla ekki að tala meira ég ætla að setja þau á loftið og við byrjum bara, ef við ekki byrja bara árbliki. Og svo ætla ég að vera eftir kannski með svona smá tölu þegar svona kannski það seinna á dagskrá, svona eins og Þorgrímur minntist á. En þá það að deila þessum skjám. Þá það allt svona. Skulum sjá hvort að þetta takist ekki hjá mér að finna rétta skjáinn. Og jú, og þá segi ég bara gjörðu svo vel.
Já, þetta var sem sagt vídeóð hérna Árblík og við bara svissum þá strax yfir í Dalabúð og þá þarf að séra þetta. Það er ekki sama séra Jón og séra menningarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, heyrði, og svo var að hvísla mér hérna lítill fugl að það hafi ekki heyrst neitt hljóð. Getur það passað? Já, ok, þannig að þið fengu bara svona þöglumyndaútgáfuna af þessu öllu saman. Heyrði, ég biðst afsökunar á því, það hefur ekki einhvern veginn flust hljóðið með hérna, en það var hérna afskaplega fallið tónlist og svona. En við setjum bara hérna vídeóin upp á eftir, það er ekki bara eftir fundin, þannig að það geta allir séð það. Er það ekki bara ágætis plan? Nei. Já. En það var að spurning hvort við eigum að fara þá yfir í greininguna, Þorgrímur. Já, greiningin bara, kemur með hann, takk. Já. Og Þorgrímur, þú ætlaðir að lesa hana, eða ekki? Já, ég fer í gegnum hana. Já, þá er hún hér, gjörðu svo vel. Já, þetta sem sagt svona tölur sem Jóhanna vann fyrir okkur upp úr dagbókum félagsheimilanna og ársreikningum síðustu ára. Og ég geta fært á milli síðuna eða. Ok, næsta. Þarna sjáum við sem sagt notkunina á Árblíki síðustu 5 árin og það er náttúrulega alveg ótrúlegt að það skuli hafa verið svona margir viðburðir á síðasta ári, 2020. En þetta eru svona yfirleitt á bilinu 25 til 30 viðburðir sem hafa verið þar svona meðaltal á ári síðustu 5 árin þangað til í fyrra. Og eins og kemur fram að þá er bæði leiga sem er greidd og svo er leiga sem að sveitarfélagið niðurgreiðir, annaðhvort á fullu eða öllu leyti. Það eru alls konar smá viðburðir, menningarlegi viðburðir og annað. Næsta síða, takk. Þarna erum við komin í tekjurnar á þessum árum og þrátt fyrir að hafa ekki verið svona margir viðburðir í fyrra þá eru tekjurnar á pari við það sem var 2016 í Árblíki. Og eins og við sjáum þarna þá eru helstu viðburðir eru einkasamkvæmi. Það geta verið veislur og fermingarveislur. Svo eru ættarmót og þorrablótið okkar, alls konar fundur og námskeið og fleira. Og svo var gisting oft á tíðum þarna framan af en það eru svona 2-3 ár síðan að það var tekið fyrir það, þannig að það er ekki lengur tekið möguleikar af því eins og staðan er núna. Næsta. Hér sjáum við svo reksturinn. Þetta eru laun og vörukaup og þjónusta varðandi reksturinn á húsinu á hverju ári.
Og svo sjá þarna til hliðar, hægra megin, beinan kostnað, tryggingar og annað, þannig að þetta eru eitthvað í kringum 13 milljónir rekstrarkostnaður svona á þessu tímabili. Og á næsta. Hérna sjáum við hvernig hlutdeild í bókum tekið á milli félagsheimilanna allra þegar þetta er komið í heildarhítina. Dalabúðir með stærstu kökuna, Árblík þá, Tjarnarlundur og Staðarfell minnst. Best að geta þess að þessar glærur þær verða líka aðgengilegar á netinu og eftir, þannig að það er hægt að spá og spekulera meira í þessu. Næsta. Hér er sem sagt hlutfall á milli frírarleigu og greiddrar leigu í Árblíki á þessum 5 árum. Það er hvernig það skiptist á milli fríleiga og greiddleiga. Og næsta glæra. Og þarna er sýnt sem sagt hvernig félagsheimilisreksturinn var í samanborið við áætlun fjárhagsáætlun ársins. Og það er hérna eitt ár 2018 sem er eitthvað aðeins meiri rekstrarkostnaður heldur en var áætlað. En svona öllu jöfnu þá er þetta svona eiginlega bara á pari við áætlun. Þá kíkjum við á Dalabúð. Þarna sjáum við fjölda viðburða á ári og eins og kemur fram hérna í fyrirvörunum sem var líka svo sem í Árblíki að það er ekki allir fríir viðburðir skráðir. Þannig að það getur rokkað eitthvað. Að koma með næstu takk. Og tekjurnar vegna útleigu á húsan á Dalabúð á þessum árum. Og ég held að sé alveg rétt hjá mér að í þessum tekjum fyrir Dalabúð þar er ekki tekið reiknaðar tekjur vegna notkunar Auðarskóla af húsnæðinu. Það kemur fram annars staðar í bókhaldinu. Í hinum heimilunum. Náttúrulega eitthvað hærri, gefur að skilja. Og næsta. Þetta er náttúrulega sama glæra og var áðan hjá okkur á varandi Árblík. Það breytist náttúrulega ekkert hlutdeildin. Og síðan kemur hér fríleiga og greiddleiga. Og þetta er svona svipað hlutfall og er í Árblíki. Og svo að lokum er þá hér hvernig félagsreksturinn hefur verið að koma út samanborið við fjárhagsáætlun og það er eins. Það er reyndar þarna 2017 og 20 sker sig töluvert úr. Það er svona töluvert innan fjárhagsáætlunar. En þetta eru svona helstu tölur sem við tókum saman í þessari samantekt. En nú ætla Sigursteinn að hér er ein. Hér er, sem sagt, forsendurnar hjá okkur. Þannig kemur tekjur fyrir eigin afnot sveitarfélagsins hafa ekki verið færðar inn sem bókaðar tekjur í þessari samantekt, þar sem er að ræða rekstrarframlag en ekki beinar tekjur. Þetta kemur í gegnum eignasjóðinn.
og alls hefur kostnaður verið 66 milljónir á ári og tekjur 15 milljónir. Þannig að kostnaður við rekstur á félagsheimilum hefur verið rúma 50 milljónir umfram tekjur. Svo má benda á það að með fundargerð 16. fundar menningarmálanefndar má finna ítarlega greinargerð sem þessi gögn sem við erum að sýna ykkur hér í kvöld eru unnin upp úr. Og það er mjög áhugaverð samantekt sem það sýnd. Þá að Sigursteinn, þá komið að hér að segja okkur aðeins frá ef þú opnar fyrir hjónumann bara. Hvað þetta? Það hljóðið greinilega ekki að vinna með mér í kvöld, það alveg greinilegt. Ég veit ekki hvort það sé hugbúnaðurinn í tölvunni eða hugbúnaðurinn í menningarfulltrúnum, það verður að leikja milli hluta. En það sem að ég vildi koma hérna fram með það rétt sem að Þorgerður var að tala um að Samtök sveitarfélaga Vesturlandi, það sem ég starfa sem menningarfulltrúi, við stóðum í fyrra fyrir ráðstefnu hvernig á að nýta félagsheimilin sem best í landshlutunum. Og staðan þannig að félagsheimilin spruttu hérna upp bara á síðustu öld hérna all land, þannig að þetta er ekkert neitt svona sérstakt sem á við hérna Vesturland. En það samt það sem þau eiga svona flest sameiginlegt það að þau eiga, það svona dálítið vandamál hvað eiga að gera við þau. Og kollega mínir á hinum landshlutunum að þá kemur þetta upp alltaf þessi spurning hvað á að gera við þig og þetta var nefnilega svona dálítið sérstakt að kollegi minn á Suðurlandi hann notaði þá skemmtilegu samlíkingu hvað á að gera við afa og mér fannst svona dálítið rétt þetta væri svona dálítið rétt samlíking vegna þess að þarna kemur að okkur þykir afskaplega vænt þessi heimfélagsheimili og þau eiginlega svona tilheyra dálítið svona okkar og okkar þjóðarsál. Forfeður okkar marga voru þau sem að byggðu þetta í sjálfboðinu og þannig að þetta svona gríðarlegt afrek að þau skuli standa. En þess vegna mikil synd að þau séu illa notuð. En eins og ég sagði áðan, þá eru þau frekar illa nýtt all land og þegar við vorum að undirbúa þessa ráðstefnu, þá voru frekar fá dæmi það sem hefur gengið í gegn og hefur gengið vel. Það að vísu, það eru dæmi uppbyggingu félagsheimilis í Skagafirði sem orðið hérna svona tónlistarmiðstöð og svo náttúrulega hljómahöllin í Reykjanesbæ sem svona ágætis dæmi það sem hefur verið gert. En það sem hefur kannski verið hvað farsalast að það einmitt bara hérna hjá okkur á Vesturlandi. Og ég ætla aðeins að minnast á það hérna að nota tækifæri að minnast á stefnumótandi plagg sem að SSVAF vinnur í samvinnu við Byggðastofnun sem sóknaráætlun landshlutana og undir menningarkaflanum í sóknaráætlun Vesturlands stendur orðrétt að við viljum bæta nýtingu félagsheimila og menningarhúsa í þágu fjölbreyttrar menningar á Vesturlandi. Og þetta nú svona dálítið afgerandi að við viljum sjá þessi félagsheimili vera notuð og þau eiga að vera starfandi í tengslu við menningu. En þá var spurningin hvað það sem við getum gert við þau. Og það rauninni ansi margt og ég verð að segja það, nú ætla ég bara svona að tala alveg frá mér prívat og persónulega að þessi ferð sem ég fór með Þorgerði daginn, hún var alveg hreint út sagt stórkostleg og það staðreynd að þessi félagsheimili, það eru alls konar tækifæri sem liggja í þeim og þetta hefur svona verið svona dálítið umræðinni, svona hvað sé svona best að gera við svona félagsheimili og mér langar svona kannski aðeins að lauma þið hérna að í tengslu við hérna samvinnu á milli Markaðsstofu Vesturlands og Verkfræðistofuna á Vestfjörðum að það var unnið að svokallari Vestfjarðaleið og Árblík þarna á byrjuninni af þessum stað á þessari sérkvöldu Vestfjarðaleið. Þannig að kannski þar tækifæri til þess að byggja upp gestastofu eins og starfandi í Breiðabliki á Snæfellsnesi. En það einmitt félagsheimili sem var svona dálítið, ekki bara dálítið frekar lítið notað og það var ákveðið að byggja þar upp þá gestastofu fyrir þá Snæfellsnes og Svæðisgarðinn og öll sveitarfélögin komu þar í samstarfi að því að byggja þetta upp félagsheimilið og þar í dag alls konar upplýsingar fyrir ferðamenn og þar eru heimamenn sem að selja handverk og matvæli sem eru héraði. En rúsínan í pylsuendanum svo að það hægt að nýta félagsheimilið sem félagsheimili fyrir samfélagið. Þannig að það hægt að halda brúðkaup og fermingarveislur ef því að skipta.
Þannig okkur þykir það hafa tekist dálítið vel. En mér langar nefnilega aðeins að fá að taka af ykkur 5 mínútur og sýna enn eitt vídeóið. Maður er alveg komin í hérna bíófílingin hérna í kvöld. Að mér langar til að sýna, en þá er það náttúrulega spurning hvort að það komi hljóð, ef við náum að gera það. Að mér langar til að, ég ætla að prófa að gera hérna tilraun með það að sýna, skal ég segja ykkur viðtal sem var tekið við hérna hann Eggert, sem er sveita eða oddviti í Ey á Miklóseppi, þar sem hann er að segja frá Breiðabliki. Nú er ég bara dálítið svona skjálfandi á beinunum að því ég er ekki viss hvort að hljóðið fari með, en við skulum prófa. Og ég kannski bið hérna fundargestum að láta mig vita ef að hljóðið kemur ekki, en þá bendi ég á að þá set ég hlekk inn á þetta vídeo bara inn í spjallið okkar og þá var hægt að horfa á það síðar. En sjáum hvernig gengur. Það er alltaf gaman að gera svona beinni útsetningu. Það er hljóðlaust. Það virkaði ekki og þannig verði þá að játa það að ég hreinlega bara veit ekki hvernig ég á að setja þetta stað með hljóðinu. En þá segjum við bara það að við setjum þetta er aðgengilegt á YouTube síðu SSV og ég skal setja hlekkin hérna inn í spjallið eftir. En þá er ég kannski þá bara búin að ljúka máli mínu að sinni. Jæja, þá þakka ég þér fyrir Sigursteinn með þetta innlegg. En þá er komið að því að opna fyrir fyrirspurnir úr sal og hvort sem eru spurningar eða ábendingar eða hugmyndir eða eitthvað sem þið viljið nefna og ræða. En Sigursteinn, hér skilaboð frá Svangviti Lilju. Það takki fyrir ofan skjávarvalkostina, include computer sound, stendur. En það skilaboð í tjattinu. Já, ég var einmitt að sjá það. Býttu nú við, er það... Býttu nú við... Já, við sjáum til kannski nógu að prófa þetta aftur. Það er að vísu Kristján Ingi sem er að skipta sér að þessu hérna. Eða sæll Kristján minn. Býttu, hvað segirðu? Hvar hérna getur maður að sé þetta? Þegar ferði ég að deila hérna, ítir örnu upp og getur valið hérna, þetta valið gluggan til að deila, þá er þar fyrir ofan takki sem að lætur það desktop sound fylgja með deilingunni. Eða svona sleði frekar en takki. Já, þetta er ekki alveg að koma inn hjá mér. Ég finn ekki þennan sleða. Þannig að þetta er alltaf voðalega skemmtilegt að við erum að gera þetta svona live, en það er ekki bara alltaf svona lykillinn að gera svona hlutina heimilislega. Já, við skulum sjá. Nei, veistu, ég hugsa að þetta sé ekki að ganga. Þetta virðist ekki vera option í tölunni minni. Já, en hérna, eigum við ekki bara að opna þá umræðina? Orðið er laust, bara ef einhverju vilja tjá sig þá bara ræskið ykkur hérna inn í mikrofóninn. Og ég vil benda á að allar upplýsingar sem að koma hérna fram, þær verða svo teknar saman og ykkur er frjálst að hafa samband við okkur áfram eftir fundinn, bæði
í tölvupósti eða í síma til Jóhönnu og það bara vonandi að það komi nú einhverjar skemmtilegar hugmyndir hérna fram en það náttúrulega vissilega mörg sóknarfæri fyrir félagsheimili í Dölum í tengslu við menningar viðburði og sögu samfélagsins hér. En það náttúrulega eins og það að allt kostar þetta peninga, allur svona menningarlegur rekstur, hann að mestu leyti fjármagnaður af opinberu fé. Það ekki mikið að fjárfesta í svona verkefnum í neinum miklu mæli en hver veit ef það hægt að búa til skemmtilega hugmynd og fara með hann á torg fyrir einhverja sem eru tilbúnir að leggja peninga í svoleiðis verkefni að þá muni það geta orðið að veruleika. Þessi hugmynd hjá Sigursteini varðandi gestastofu fyrir Vesturland og Vestfirði hljómar náttúrulega mjög spennandi og vissulega vel athugunarverð. Sigursteinn hefur lyft upp hendi, gjör svo vel. Það kannski bara því ég svo hrikalega athyglisjúkur að ég þarf alltaf að vera með orðið, sko, en ég búinn að vera svona þess að ræða við bæði fólk í SSV og svo líka bara svona hin á þessa félagsheimilin og þetta var eitthvað sem var nefnt svona í mín eyru og þetta væri alveg ekta tækifæri fyrir Árblík að fara þessa leið og sérstaklega vera þá einmitt með einhverja sölu á matvælum og hér í það því að náttúrulega Dalirnir eru kannski þekktir fyrir það að vera svona matakistan svona ef þar má komast með mjólkursamsöluna og sauðfjárræktina. En svo kannski ef maður líka svona hugsar þetta aðeins lengra og með Dalabúð þá náttúrulega heljarinnar mikið sem að gerast þar bara í nú þegar, sko. En svo var það einhver þegar maður var að tala svo maður slá og létta strengi, það var eitt sem sagði það þyrfti eiginlega að fjölga erfisdrykkjunum. Og veit ég hvernig förum að því. Hver alltaf að mjúta mig? Ég að segja að Dalabúð, hún nýtur náttúrulega góðs af því að vera í svona mikilli notkun í tengslu við skólan okkar. En það eins og, ég hef nú komið erlendis á nokkra staði og kom einu sinni á einn stað sem svona svipaður og Breiðablik. Það sem var svona inngangur inn á heimskautabauginn í Finnlandi. Og það var virkilega skemmtileg uppsetning þar. Þar var tekið á móti okkur í svona gestastofu með fræðslu svæðið, með litlu náttúrugripasafni, með aðstöðu til að vera með fundi, bæði stór og litla, listsýningar og annað í þeim dúr. Virkilega svona bara lifandi hús. Og ef þú komst á svona 3 mánaða fresti þá var alltaf búið að breyta. Það var alltaf eitthvað nýtt í gangi í húsinu. Já, ég held að sé málið að þetta sé einmitt þetta sem svona dálítið þetta sé svona lifandi. En við langar að koma að það greinilega að koma einhver komment inn á YouTube-ið og koma skilaboð hvað með lagstælu. Svona spurning hvort að sé hægt að setja einhvers konar sögusettur hvað það varðar og svo kemur hvað með rými sem getur hýst bæði viðburði og aðra starfsemi. Þannig að það þurfi í rauninni ekki að fórna samkomustaðnum og þetta kannski svona dálítið eins og verið að segja áðan með Breiðablik að þar hægt að rykka upp bara stórrablóti og dansi balli og þá mjög tiltölulega auðvelt að færa þjónustu miðstöðva kjarnan svona til hliðar. Já, það eiginlega svolítið mikilvægt að þetta sé allavega í upphafi þegar það farið að huga að einhverju starfsemi í þessum heimilum, að það sé alveg klárt mál að það sé hægt að nýta þau áfram
undir þessa starfsemi sem að við samfélagi hér höfum verið að nýta það til að auki. En svo getur það bara þróast með tíð og tíma, hvernig málum háttar, bæði hvað varðar aðsóknir á viðburði og fjölda fólks sem að er tilbúið að nota húsið undir heimatilbúnu viðburði. En hvað hérna með, svo hefur verið líka verið rætt vinnustofur listamanna og eitthvað svoleiðis, það eitthvað sem að gæti kannski verið svona, svo ég kalla það eins og umræðina? Það náttúrulega alveg svigrúm. Það alveg svigrúm, sko, en þetta bara, já, það þarf bara að hugsa þetta. Og ég hugsa í rauninni, það væri búið gaman að fá, kannski má efna til svona viðskipta hugmynda samkeppni starfsemi í félagsheimilum í Dalasýslu eða Dalabyggð. Það er fullt af hugmyndum og margir hafa sagt, komið að máli við mig í gegnum tíðinni, í gegnum árin og maður hefur rætt svona yfir kaffibolla og jafnvel einhverju sterkara, alls konar hugmyndir. Ég er hvergi banginn hvað það varðar. Ég hef alveg full að trúa því að við getum komið fyrir skemmtilegri starfsemi í félagsheimilunum sem getur samrýmst ákveðinni notkun áfram engar síður. Algjörlega, það er sko málið það er bara svo margt sem hægt að gera sko og núna er svona virðist nú aðeins vera búið að hreyfa hérna við fólki því það að koma inn og það er verið að tala hérna á YouTube-inu að það er menningarhús Dalabyggðar, það er einhver sem setur það sem hugmyndi fram. Svo kemur einn sem segir hérna menningarhús geti verið, örsýningar, vinnustofu listamanna, rými fyrir háskólanema til að vinna að verkefnum rannsóknum, samkomustaði fyrir fólk án þess að þurfa að hafa teilin til. Bara til að spjalla og vera saman og svo framvegis. Það finnst mér reyndar vera ansi góður punktur hérna með þetta síðasta svona samverustaður sko. Og erum við ekki öll, núna eftir COVID, erum við ekki öll alveg vitlaus í það að vera saman í herbyggi? Ef það hefði ekki verið COVID og við geta hist, hefði ég kannski geta sitt ykkur hérna vindbönd hérna með hljóði, þú veist. En svo hérna, en aftur, svo ég tala margum tala Breiðablik að hluti af hérna rýminu þar var einmitt notað sem svona samvinnurými, það sem hægt var að leigja skrifstofur fyrir hérna fólk sem að byggi í sveitinni og vantaði hérna vinnuaðstöðu. Þannig að það er í rauninni svo margt hægt að gera sko. En svo kannski, svo ég halda fram að tala dæmi að svo er annað hérna félagsheimili sem við tókum sem dæmi á hérna ráðstefnunni okkar góðu í haust að það er Brúarás upp í Hvítársíðu hérna í Borgarfirði og það er hús sem hafði verið afskaplega lítið notað eins og hérna er svona dálítið umræðuefni kvöldsins nema það að þar komu einkaaðilar að og breyttu húsinu sem sagt, eða rauninni breyttu þið ekki en svona komu þarna inn með starfsemi eins og veitingasölu og hugmyndin var að þarna yrði einmitt gestastofa fyrir Saga Geopark sem átti að stofna í Borgarfirði. En það þýddi þá það að félagasamtökin, eins og Kvenfélagið og Ungbarnafélagið, að þau svona gáfu félagsheimili svona dálítið eftir. En þar er aftur, svo ég tekja það fram sko, að þessi samtök, eða félagasamtökin eins og Kvenfélagið, það hefur aðgang að húsinu og getur verið með sína viðburði ef að það er kjósa. Þannig að það er kannski aftur þessi lykil hluti að það er alltaf að reyna að fá notkunina, að geta nýtt húsið, að við getum nýtt húsið sem okkar félagsheimili. Já, það er lykilatriði. Já, en þarna eins og í Borgarfirði, þá er það einkaaðili sem kemur inn og reynir rekur húsið og er að halda hans konar menningarviðburði. Já, en skapar einmitt líka rými fyrir þá starfsemi sem að var fyrir í samfélaginu í þessum húsum. En það þarf eitt ekki að útiloka annað í þessu, alls ekki. Einmitt. En alltaf
sjá hvort það séu kannski einhver. Á YouTube, það kemur ekkert inn á spjallið hér hjá okkur. Það allir á þúskjánum. Já. Ég held að sem sýnist nú ekki til að koma hérna nýtt inn. Og Hanna María hérna á kantinum að fylgjast með samfélagsmiðlunum, það samfélagsmiðladeildin. Já. Það svo handlama hérna. Já, en það en sko, málið það að það stundu þar bara eitthvað, svo ég kom með svona ekstrím hugmynd, sko, það stundu bara eitthvað vitleysing til að koma hérna með svona einhver hugmyndir sem verða algjört hitt, sko. Þannig að það hérna stundum, sko, því brjálæri sem hugmyndanir eru, þá það segir sér sjálft að þær þurfa kannski aðeins meiri útfærslu, en geta verið eins og svo í sletti algjört success, eins og hérna var sagt í góðu lagi hérna í den. Já. Já. Hernámssetrið í Hvalfirði nefnt hérna sem dæmi breytta starfsemi félagsheimili. Og það náttúrulega þú nefndir áðan annars Laxdælu og við náttúrulega ræddum það heilmikið í ferðin okkar fyrir Strandir daginn. Allt þetta sögusvið sem við eigum hér. Já, það er bæði Laxdæla og það er handtaka Jóns Arasonar og það sem gerist í kjölfarið af því. Já, hún gerist þú hérna hvað, næsta húsi við Árblik. Já, bara hérna á þessum slóðum alveg allan hringinn, sko. Já. Svo náttúrulega þessi hérna byggðasaga við innanverða Breiðafjörð, eyjalífið og það allt saman, það er líka eitthvað sem hægt að gera skil. Svo les maður mismunandi heimildir, maður les bæði heimildir það að fólk hafi ekki soltið við Breiðafjörð og svo les maður heimildir það að fólk hafi soltið heilu hungri við Breiðafjörð. Og það svolítið svona áhugavert rannsóknarefni fyrir væntanlega þjóðfræðinga og sagnfræðinga að reyna að komast til botns í því hvort að fólk hafi soltið eða verið svelt. Já. Það líka góður, en sko ég held að það sé nú þannig að það skortir nú ekki söguna, sko, þannig að það og það náttúrulega hérna, það ekki bara ein svona tegund af sögu, það eiginlega bara svona alveg allar aldir, bara fram aftur í landnám, sko. Og svo náttúrulega minni ég á það að það nýbúið að opna náttúrulega Víðlandssetrið í Búðardal, en það hefur verið svona dálítið svona hugsaði það að við erum hérna sögulandi Vesturland, og dalirnir eru sérstaklega sögusvæði og það búið að byggja þar upp með alls konar leiðum og svoleiðis, þannig að það má kannski horfa á það að kannski rætt að líka upp félagsheimili með því að byggja eitthvað meira á sögunni, það hefur líka verið svona dálítið viðhorf. Já. Sigrún. Já, Sigrún. Já, mér langaði nú bara aðeins að koma inn hérna, mér finnst einmitt við höfum gert allt og lítið úr sögunni. Heyrið ekki í mér? Já. Já. Og við erum, sko, þetta hér svo stút fullt af sögu. Bara allt hér að þið. Það er bara hvar sem við komum niður. Og það eitthvað sem við höfum ekki haldið uppi fyrir utan Eiríks sögu. Þannig að þar náttúrulega alveg klárlega færi að gera eitthvað úr því. Og svo náttúrulega eigum við eigum til dæmis listasafn sem ekki til sýnis. Hvar fuglasafnið hans Bjössa? Það verður gaman að skella upp sýningu á því fyrir gestagangandi. Þannig, já, það alveg hellinga þetta að gera. Við erum bara að finna hugmyndina.
Takk. Hugmyndin útfærslan og svo langar mig til þess að minnast á eina kanónu úr sögunum og það auður djúpúða sem svona algjör, sem svona kannski dálítið formóðir okkar allra held ég. Ekki bara Dalamanna heldur fleiri. Hún náttúrulega svona legend. Hún legend og bara með stóri elli sko. Og líka bara það væri við Bjarnheiður vorum að ræða það daginn þegar við hittust hvað hún hefur verið bara flott kona og verið bara algjör hún hefur örugglega verið mjög klár og gáfuð kona og út frá bara stjórnmálafræðinni sko hvernig hún náði svona að gera þetta allt í friði þar sem hún náði að afreka. Það eiginlega bara stórkostlegt. Já. Jæja, gott fólk. Já, Sigrún, þetta gömul hendi? Ertu að biðja aftur orðið? Já, það kannski, ef það ekki fleiri, já, gömul hendi. Það kannski spurning að ef það ekki fleiri sem að vilja tjá sig að við kannski þurfum að setja punktinn fyrir aftan setninguna. Já, ég vil bara minna aftur á að endilega verið dugleg að hafa samband við okkur á johanna@dalir.is eða hringja eða bæta við kommentum þegar þið að horfa á þessi YouTube-myndbönd núna næstu 2-3 dagana. En það svona öruggast að senda bara tölvupóst eftir þennan fund. Það gagnvirkast líka. Og ef það einhverjir sem að vilja koma með ábendingar án þess að nafn þeirra komi fram, þá hægt að senda bara nafnlaust bréf með góðri hugmynd inn póstlúguna á stjórnsýsluhúsinu. Síðan í haust þá aldrei að vita hvernig við tæklum þetta þá. Við erum eftir að vinna aðeins úr þessum fundum núna og sumarið framundan. Þannig að það verður svo sem ekkert mikið gert reikna ég með annað en að láta þetta meltast. En ef að, eins og ég sagði áðan, ef að allt verður fallið hér í ljúf og löð og við getum farið að hittast í haust og þá aldrei að vita nema við bara bjóðum fólki upp á það að koma og hitta okkur og ræða málin. Það allt opið í þessu. En númer 1, 2 og 3 náttúrulega að við náum að koma lífi í þessi hús okkur öllum til skemmtunar og framdráttar. Viltu bæta við, Sigursteinn? Nei, ég bara alveg hjartalega á sammála og það eins og ég var að segja áðan að það ekki til slæm hugmynd, hún bara ekki til í heiminum en það aftur á móti útfærslan sem getur verið svona alltaf trikki. Þannig að það þá bara að gera að senda inn og nota einmitt tækifærið ef að þið eru feimin að óskapara nafnlendar ef svo ber undir en endilega tjá sig. Það miklu betra að henda hugmyndun út í kosmosið heldur að hún endi rykfellinu í skúffu. Ljómandi. Þá bara segjum við þessu fundi slitið núna í kvöld og ég minna á fundin annað kvöld Staðarfell og Tjarnarlund. Já. Og hlakka bara til að vera með ykkur aftur á morgun. Og þið farið bara varlega í vornóttinni. Hvert sem þið farið. Ég þakka fyrir í kvöld. Takk sömuleiðis.